Guðmundur, hvernig stóð nú á því að þú lentir í þessum spórum þarna í Rúmeníu? Já, það er löng saga og hún er kannski þess virði að ég rifja hann upp fáum orðum. Þegar ég var tónlistarstjóri Ríkisútvarpsins þá safnaði ég Sanna frídögunum mínum og þangað til ég var komin upp í 6 vikur og þá lét ég mig hverfa af landinu til þess að missa nú ekki all tengsl við mitt starf eða mína menntun sem hljómsveitarstjóri og fór í svona leiðangra. Svo voru skipulagðir af umboðsmanni mínum sem hét Kornela Koljóla og bjó í og starfaði í Rómaborg og var með það mjög glæsina listamanna á sínum snörum og ég veit nú í dag hverju tók mig upp á sína arm en ég hef aldrei skilið það. Ég held að hann við bara svona einhverju góðvild eða kannski það þótti skrítið að sjá mann koma frá Íslandi, það má vel vera að það hefur ekki eitthvað þannig, ég hef ekki hugmyndið það. En ég fór sem sagt í þessari ferð haustið 92 þá fór ég víða. Ég fór fyrst til Rúmeníu og stjórnaði það tónleikum sem var eins og ráðað fyrir gert. Síðan fór ég til Róm og stjórnaði Rómar sinfóníunni og leiðinni kynntist ég Carlo Mario Giulini og sopránsöngkonunni, hvað heitir hún, Cecilia Bartoli sem voru henn á snærum Ornelu og þaðan fór ég og stjórnaði óperunni í Sardinja í Cagliari sem mjög glæsileg tónleikahöll, góð hljómsveit og svo framvegis. Þaðan flaug ég til Ísrael og stjórnaði sinfóníuhljómsveit Æskunnar og mér langar til að staldra þar við vegna þess að þá ríkti náttúrulega hernaðar ástand í Ísrael eins og hefur reyndar gert alveg frá stofnun Ísraels ríkis og gerir hann þann dag í dag. Og mér það minnist að því ég kom á flugvöllinni Tel Aviv þarna miðanótt og komst þar út að það kom einhver svona gamall Mercedes-Benz aðvífandi út myrkrinu og stigu 2 leðurklæddir menn út, mjög svona útkastaralegir og voru greinilega vopnaðir og bara sögðu mér að fara inn í bílinn og síðan var mér ekið þarna nóttina í myrkrið til Jerúsalem og bara opna gluggann eftir miðanótt og þá blasti bara Jerúsalem við mér. Allir þessi dýrð og hver einasta stjarna skein á himni og fullt tungl og moskurnar og grafarkirkjan og allt bara sást hann út úr gluggan á Hótel Davíðs konungs. Nú þessir mér líka að segja glæpónar komum svo sóttum við daginn eftir og enn var mér ekki sagt hvert þetta að fara með mig, endur líka tölur hvorki dönsku eða ensku, því segir íslensku og fórum með mig mér líka að segja eitthvað leynistað og þegar ég kemur þar að þá það bara, ég hugsaði sjálf mér bara þegar eins og Auschwitz. Það voru gaddavír allt kring og það voru svona turnar, varturnar og hermenn og hríðskotabyssur og svo heyrði maður þoturnar fljúga yfir, sko. Ég veit ekki ennþann dag í dag hvað þetta var á kortinu, sko. Og þarna voru svona sumarbúðir fyrir efnilega tónlistamenn og þarna var rjóminn af ísraelskum skólakrökkum, hljóðfærakrökkum frá svona 14, 15, 16, 17, 18 ára já, þeim aldri og þarna var ég í 10 daga og æfði þessa krakka og undir hervernd og þá kem ég kannski að því sem ég ætla að koma að það gerast einn morguninn að ég heyri það þyrla sem sveimar yfir æfingasalnum og svo bara gerir hún svo lítið fyrir að lendra á þakkinu og fer alltaf nötra. Krakkarnir þau héldu bara rósinu, vissu alveg nákvæmlega hvað hér var að segja því. Ég hef ekki hugmynd um það.
ég vildi helst skrifa undir borð. En þá var þetta alvanalegt að þyrlan lenti hérna á þessu þakið því það var stórt og gott og til þess að passa krakkana. Þau voru semst að æfa undir hervernd og hvað það, þetta var nú mjög gaman. Síðan fæ ég símtal frá Rúmeníu að koma aftur þangað. Það forfallast dirigent og ég spyr hvort ég get tekið að mér að stjórna fyrstu og annari symfóníu Beethovens og öðrum píanókonstinum og vildi svo til að það í inntökuprófinu fyrir doktorsnámi mitt þá var verkefni að hafa allar symfóníu Beethovens bara á takteinum sem að kunni þetta svo sem og ég gerði það og var hún ansið framlár eiginlega þegar þessari ferð lauk. Þetta voru 6 vikur. En það sem að Ísrael og Rúmeníu eiga sameiginlegt á þessum tíma og jafnvel enn þann dag í dag vissu marki það eiginlega eilíft ástand í þessum löndum og stríðsástand þarna árið 1992 þegar ég var þarna á verð. Menn voru alls ekki að ná sér eftir byltinguna 89 sko. Maður fann það bara á sko, hvernig fólk hugsaði, hvernig fólk artaði sig. Fólk var fremur svona niðurlút og var mjög hrætt við yfirvald og alla yfirmenn og maður þurfti að hafa sig allan við að þú veist segja verið óhrætt, þetta allt í lagi, við megi gera vitleysur og ég alltaf að þið sjálfur sko. En maður þurfti svolítið að peppa þetta fólk upp þannig. En hvernig voru svo spilararnir? Hvernig var ástandi á tónlistarlífinu? Það hefur nú bara, sko, ég ekki sérfræðingur í þessu. En ég þykist náttúrulega vita að alltaf verið mjög mikil músík í Rúmeníu og glæsilegi tónlistamenn. Og hljómsveitirnar sem eru fleiri en 1 og fleiri en 2 í Búkarest, alltaf verið glæsilegar og frægust stjórnendur verið þar á ferð og innleikarar. Og það alveg sama hvort að Ceausescu þar fer fyrir fólki eða eigi, sko. Hljómsveitin, versna ekkert við það. Það geti jafnvel orðið betri. Tónlistarlífið hélt áfram. En getur skotið því að vegna þess að þjóðin var fátæk og það var alls konar hömlur á innkaupum og vörum og svona, höfuðborgin var myrkvuð, það var ekkert að fá þarna á 92 að til dæmis tréplásararnir í þessari sveit þeir sýndu mér hljóðfæri sín svona kölluðu til mér svona í hliðingt hefur séð svona áður og ég leit svona á faggot hvað, plástrar og skrúður og gifs og alls konar dótari já, við höfum ekki efnað að kaupa nýtt faggot ég hef ekki efnaði og ríki hefur ekki efnaði svo ég plástar þetta bara saman sko. Það er nógu fjandi erfitt að spila á faggot þegar það er lægi ég veit hana bara eigin reynslu lærði það einn vetur ekki nokkulega að spila á þetta hljóðfæri en þegar komur alls konar göt og klapparnir farnar festast hér og þar sko þá þann fyrst árið vonlaust og eins var með óbóin þau voru sprungin og klarinetturnar voru alveg handónindar. En það ekki að heyra á upptökunni á tónleikunum? Ef þú segir nokkuð, það gleður mig vegna þess að ef þú fylgist með þessar upptöku þá ég með eyrun á blásaranum alveg stanslaust. Sko ég get alveg fullvissað það að ég leit aldrei til bassalekarana. Að ég fann það strax að þeir, það var alveg saman þau gefið slagi hér og þeir voru þarna, þeir koma alltaf. Fyrsti bassalekari sá til þess. Ég leit aldrei á þá. Ég var mest með tréblásarann og sló takti mjög skýrt. Þetta rekað áfram, hljóðfærin svöruðu svo hægt.
brassljóðfærin horn, trompet og það vissi ekki básuna það kemur sérna það er miklu eðlileg, hvað maður segja, náttúrulegri hljóðfæri þetta er raunverulega bara rör og annarkvort er rör eða ekki en þessi tréljóðfæri sko, fyrir utan flautuna en líka flautan er þannig hljóðfæri að ef hún er ekki góð þá náttúrulega böðum kerfið úr sambandi klapparnir en það er nú yfirlegt hægt að laga það nú bara með skrújarni en það verra ef hljóðfæri fyrir að springa og svona sko. Og hlutir eins og blöð í klaranett eða óbó þetta var alls saman mjög frumstætt en ég var alltaf með þeim og þú segir að það sé ekki að heyra það er vegna þess að þeir leggja sig alla fram en ég heyri í upptökunni þeir eru oft mjög aðeins á eftir slaginu aðeins á eftir en leið og kemur blásara spilverk þá er ég komin á þá og áður sellóin voru sjálfspilandi nokkurn veginn ég segi það nú ekki en þú veist, maður bara leit til þeirra og svona aðeins ítti við þeim og fiðlurnar voru náttúrulega dásamlega sko einu orðið sagt Það er líka annað sem ég tók eftir á þessum tónleikum þegar klappið, það heyrðist rosalega mikið klapp en það sást hins vegar ekkert rosalega mikið á fólki Nei, og það var akkurat það sem við vorum að gantast með þetta hérna, ég og vinur minn sem heiti Pétur þegar ég kom þarna 8 mínútum og seint í þessu útsendingu þá spyr ég bara svona framhjálaupi, ég veit ekkert af hverju, hvernig er aðsóknin og það er fullt hús segir aðstofamaðurinn Dimitri og ég glæðist náttúrulega yfir því eins og því ég kem inn á pall þá sé ég það neðsti salurinn þar sem er hálftómur en aðra salir og þriðju salir eru stútfullar svo þegar ég fer út af pallið þá segi ég við Dimitri þú sagði að það eru uppselt af hverju engin niðri það er bara pólitíkusar sko. Þeir láti ekki þóra ekki að sjá almannafæri það er bara básmeðar ég held þetta eigi við svolítið fleiri staði heldur en Búkarest mætti segja mér að sumir pólitíkus láti ekki að sjá sig í hörpu næstu árin Já, þú segir það Ég held það En þetta var ekki var þetta tilviljun að Beethoven tónleikar urðu fyrir valinu en hafðu eitthvað með að segja? Nei, þetta var Beethoven tónleikaröð Þetta var Beethoven tónleikaröð fyrst, í einhverju áskriftaröð Já, og þetta var svona fyrstu tónleikarnir fyrsta og önnur symfóníu og annar píanókonsert sem sumir segja sér fyrstu píanókonsert ég held nú ekki, ég vil ekki fara inn í það en allavega er þessu verk öll samin 1800 mjög merkilegu tími í lífi Beethovens raunverulega hefði þetta geti orðið síðustu verkina sko því að hann skrifar erfðaskrá sína í Heiligenstadt rétt fyrir utan Vínarborg og ætlar að svipta sér lífi sko því að hann getur ekki hugsað sér að vera heyrnarlaust píanóleikari og ekki heldur og enginn hafi talað heyrnarlaust tónskáld svo þar honum eru engir vegir færir hann ætlar bara að reyna að ganga frá sér sko sumir hafa skipt lífi sko ópusum Beethovens allt upp í svona vísindamenn sko upp í 3 tímabil svona 1 tímabil sem svona klassískt miðtímabil sem klassískt og romantískt og svo romantískt með 9. symfóníu ég hef enga trú á því ég held að Beethoven hafi verið Beethoven alveg frá byrjun og eins og það er mín skoðun eins og heyrir á þessum upptökum eða þessum tónleikum ég lét allt vaða
Hann var ofsafenginn, hann var skapmikill, hann var maður andstæðina. Hann lét spila eins hátt og sterkt og hugsaskatt, eins veikt og hugsaskatt, eins hratt og hugsaskatt og þetta gerði hann allt saman alveg frá byrjun. Það byrjaði ekkert hérna í 9. symfóníunni. Beethoven var í eðli sínu Beethoven alveg frá byrjun. Og maður skynjar það. En ef maður ætti að fara, vera með einhverja svona historically informed performance stæla, fara að spila á hljóðfæri, gömul, treflassus hljóðfæri og svona, og frasera eftir samkvæmt einhverjum kákabókum, einhverjum teórium, þá fær maður alltaf útkomu. Ég hef bara enga trú að því. Mér finnst bara Beethoven, hann er bara Beethoven alltaf. Hann er bara misjafnlega mikill Beethoven. Eins og til dæmis í öðrum þætti Píanókonsert nr. 2. Þar er hann bara nánast eins og Mozart. Þar hann enda líka hafði hann heyrt áður en þetta gerist í Heiligenstadt. Þá hafði hann heyrt Mozart og lært af honum. Og þar er hann ekki líkur sjálfum sér. Hann kemur allt í svona heiðskýr Mozart. Upphafið að en svo kemur þetta trillt á rondó í lokin, og dramatíski fyrsti þátturinn, mjög dramatískur. Og hann er fann að sprengja, með sér þannig er hann fann að sprengja af sér all tímamörk líka. Annað þátturinn í annarri symfóníu Beethovens, og er lengsti þáttur, einstaki þáttur, sem saman hafi verið af nokkru manni, þegar hér er komið sögu. Hægi þátturinn í annarri symfóníunni. Hann ætlar aldrei að taka enda. Hann er stórglæsilegur. Hann er lengri heldur en 2 symfóníur eftir Carl Philipp Emanuel Bach. Skilur. Hann er 20 mínútur, held ég, ef maður rétt. Það er svo gaman að sjá hennan píanista. Það er svolítið skemmtilegt að hann heiti Vlad, svolítið viðeigandi að... Veitu hvað þýðir Vlad? Vlad er náttúrulega Dracula, Vlad Grey. Já, ég skil. Svo gaman að hitta þarna píanisti sem heitir Vlad og hann kemur alveg rosalega óvart. Þetta er alveg frábær píanisti. Veistu hvort var hann einhver stjarna þarna í Rúmeníu eða hann spilar alveg rosalega vel? Það held ég ekki. Nei. Ég hafði það ekki að tilfinninguna að hljómsveitin var neitt að beygja sig og bukta fyrir honum. Nei, alls ekki. Ég sé hann fæddur 62. Og ég tók líka eftir að hljómsveitin var ekki, þú veist að strengirnir slá oft í púltið svona á eftir til að sína kurteisi og stundum stappa þær í gólfið, ef þau eru mjög hrifnir af sólistan. Ég var yfir mig gáttaður, aldrei eftir sem manns getið, og það var alveg dásalegt að vinna með hann, það bara gekk allt upp svona. En ég sá ekki að hljómsveitin væri neitt að fagna honum á sviðinu eftir, þó áheyrendur gerðu það. En hann hefur verið 30 ef hann er fæddur 62. Já. Þannig lítur hann út fyrir að vera aðeins eldri, Og já. En svo verður maður að gæti að segja einu, kannski var það bara alls ekki til siðs að hljóðfæraleikarar på sviði í Rúmeníu 1992 var eitthvað að tjá sig sólóðustana. Kannski var það bara tabú. Ekki hugmynd það. The error is in the assumption, segja Einstein. Og ef við gefum okkur það að hljóðfæraleikara megi tjá sig, þá náttúrulega gæti maður dregið þá ályktun að hann hafi ekki þótt merkilegt per. En ég held að þeir hafa bara ekki kunnað við það að vera að tjá sig opinberlega. Þeirra jobbið bara að spila, ekki að vera lýsa yfir hrifningu eða einhverju öðru, ég veit ekki. Hefurðu komið til Rúmeníu eftir þetta? Nei. Ég kom bara 2 ára, einu sinni. Myndið þið langa að fara eftir? Veit ekki. Þessar ferðir voru svo ógleymanlegar. Það eru í mínum huga að ég veit ekki hvað ég vil skemma þessar minningar. Ég tók þetta mjög nærri mér. Ég kem á hótelið, fínasta hótel í Búkarest, og það er bara sundur skotin hliðin
framlegin á húsinu. Og það var ekki eins og búið að kýtta í götin og allstaðar, þannig öllum byggingum í miðborginni. Þetta andaði stríði frá þessari borg. Og ég sagði það bara sitt í mér. Nei, ég held ég hef ekki áhuga fyrir, ekki nema til að hitta þessa hljóðfærleika. Mikið óskaplega að vera það gaman. Og reyndar þá gekk ég, og að því að vera að segja þetta með tréblástusljóðfærin, mér var búið til funda við menntamálaráðherra Rúmeníu á sérstökum ástæðum og það var yndisleg kona, miðjum aldri, stór gáfuð, fögur og talaði reiprennandi Oxford-ensku. Og ég man hún sagði mér, við erum eitt sameiginlegt, Íslendingar og Rúmenar, að við erum eyjur í hafi, nema okkar hafi mannhaf. En ég farði að tala við hana hvort að hann geta rætta hljómsveitinni þessum hljóðfærum. Hún lofaði mér því og það væri gaman að koma aftur. Gá hvort þeir ekki komið almennileg hljóðfæri. Ég trúi ekki þeir, ég vona það. En þeir plötuðu þig. Þokkalega. Gerðu það.
Nú ég ekki lengur í lífverðinum. Ég bara stend hérna eins og kjáni og býð þess að mér verði sagt fyrir verkum. Hver gerir það? Ekki það aðalritarinn, hann steindauður. Nú ekki heldur herforinginn. Hver þá? Þetta Kauphöllin. Hún var kölluð Wall Street Austursyns í eina tíð og stóð undir nafni. Þar var iðandi líf bankamanna og verðbréfasala. Hinn horfnu góðæri, glötuð auðæfi. Allt í kalda koli. Ef Hótel Príamus konungur verður reist úr rúst, gæti ég vel hugsað mér að verða þjónn þar í sjakett, eða ekki síður yfirdyravörður í viðhafnarbúningi. Röðin rífist andskotans ekki neitt. Ég nokkuð lengi búin að vera aftastur. Það lítið að gera í dag. Þarna kemur þó frá hótelinu velbúinn maður og stefnir á fremsta leigubílnum. Hvað er þetta? Hann vill ekki taka hann. Er eitthvað að? Og næsti bíll hafnar honum líka. Þetta endar með því að hann kemur til mín. Hvað get ég gert fyrir yður? Nú, útvarpshöllina. Þetta svona stutt, bara rétt fyrir hornið. Fyrir $5. Þeir hafa ekki viljað missa plássunni sín í röðinu fyrir svona stuttan túr, vilja flugvallartúr fyrir $5. Heyrðu, ræðum þetta ekki frekar. Gjörðu svo vel, setjast upp í og alltaf hvort þið er. Þetta var ekki lengi gert. Hvað er nú þetta hér? Er allt lokað? Þetta útvarpshöllin og vopnaðir hermenn á tröppum. Hvernig reiður mínum manni af ef hann ætlar að komast þarna inn? Hann borgaði mér vel og bað mig að bíða svo ég svo sem gefið á nokkrar mínútur. Hvað skvísur eru þetta í andirinu? Líklega partí í gangi hjá valdaklíkunni. Þetta hefur rottað sig hér saman í skjóli nætur. Það þorir ekki lengur að láta sjá sig á almannafæri. Sko, minn maður, góður, ætlar að ráðast til inngöngu. Í lífverðinu var okkur kennt að horfa í gegnum svona menn. En hvað nú? Skvísurnar að veifunum og hlaupa svo brott. Ég á ekki krónu. Hvað? Nú kemur einhver afdankaður bankastjórinn og í kjólfötum. Það er aldeilis. Og bara opnar fyrir honum. Ég hef átt að hafa honum minnstakosti $10 fyrir aksturinn. Svona peningapunga sem nennir ekki að ganga 500 metra. Þér verða að fyrirgefa þetta, herra minn. Ég steinglemd að ég ætti að sækja þur. Eva og Helena sáu þér hér fyrir utan og létu mig strax vita. Fengu þér ekki leigubíl? Óþokkanir. Jæja, nú verðum að hafa hraðan á. Fylgji mér hér inn gangin og upp á loft. Það vantar allar perur hér í gangin. Gætið þið þar í myrkrinu og það drasla á gólfinu. Aðalstjórn, útsending. Þetta er Dimitri. Hver? Dimitri Almúlíman. Hann er komin í hús, við erum á leiðin upp.
Nú, hver fjárinn? Erum við komnir í loftið, bæði útvarp og sjónvarpi, herramenn. Afsækja herra minn, nú þarf að hafa hraðarendur, það allt farið í gangu uppi. Hér búningsherbyggið þar, þurfið þið aðstofa í kjólfötin? Nei, nú, mussu, já, þú nægir 1 mínúta? Já, það búið að stilla. Stilla aftur, sjálfsagt herra minn, ég læt skilaboðin ganga. Meðal hannar orða, ég stilti flíilinn eftir lokaæfingu, en þeir slökkt á kyndingun eftir hádegi. Já, hann haldið þetta út í kvöld. Aðsókn, fullt hús, sýnist þér það ekki? Já, þú meina niðri, já, þar alltaf hálftómt, enda fyrir boðsgesti. Það flokksgæðingana. Þeir láta ekki sjá sig þessa dagana. Ég myndi sko að það væri stútfullt á Efrisvöllum. Halló, aðalstjórn, útsending, þetta Dimitri aftur. Hann þarf bara 1 mínútu til að fara í mussuna sína og svo byrjar hann. Mussa? Hef ekki hugmynd. Það skipta af þjóðminjasafni í Seylan. Kristíne sviðsstjóri, ertu þarna? Gott. Heyrðu, veist þú einhverja mussu af þjóðminjasafni sem maðurinn ætlar að vera í? Ok, skipta. Hvernig hún á litin? Svört, betra að vita það. Kamera 3, enn allt í skralli hjá þér? Fjárans. Reyndu að skjóta á konsertmeistarann og Evu. Já, og Helenu, þær björguðu kvöldinu. Það virkar ekkert hér. Fjandakornið. Nema hljómsveitin. Ég veit ekki hvernig þetta endar. Og því síður hvernig við byrjum. Kamera 4, heyrðu, hættu þessu blaðri. Notaðu skrúflykil eða eitthvað. Í lagi með útvarpssendinguna. Gott. Láttu snillingan í glerbúrinu tala áfram. Nei, annars. Við erum komnir í loftið. Kamera 1, Q. 3, 2,